Þetta var nú svona óvænt símtal sem hún fékkst þarna í vikunni. Já, kom frekar óvænt. Ég var náttúrulega ekki valinn í hópinn fyrst en svo meiðist Arnar og þá fæ ég símtal að ég þurfi bara að mæta strax og ég er bara klár í það núna. Og hvar varstu þegar þetta kemur upp? Ég stóð nú eiginlega út á miðri flugbraut sko, var bara leiðin í flug heim til mín til Þrándheims og var bara að labba inn í flugvél bókstaflega og í Kaupmannahöfn, já. En ákvað að skjótast heim og ná í smá meira dót í töskuna og svo bara að staða aftur hann í morguninn. Já, þannig að þetta hefur bara verið, óvænt en skemmtilegt, þó að aðstæðurnar séu þannig, aðrar? Já, auðvitað er þetta náttúrulega mjög óvænt og svona, þú veist, smá panikk og eitthvað svona, en já, skemmtilegt, maður er náttúrulega bara alltaf stoltur og ánægður með að spila fyrir landsliðið, það er það sem mann langar að gera og ég er bara mjög ánægður að það sé möguleiki á því núna. Já, og þetta var nú svona virtist vera runniður úr greipum þegar hópurinn var valinn? Já, ég var ekki, eins og sagði, ekki valinn í endanlega hópinn fyrst. Og það var náttúrulega bara svekkjandi, þú veist. Og var bara, það var svekkjandi en það var líka bara hvatning fyrir mig til þess að bara gera betur og sýna að þetta væri rangt val. En vonandi getur maður bara gert það núna. Já, nú er bara tækifæri til þess og þú komst náttúrulega beint til Kristjánstað og náðir æfingu og kannski fyrsta leiknum að vera með í honum eitthvað svona miskunnlega nafnu til? Já, ég var náttúrulega með þarna í leiknum og var með í undirbúningnum og svo æfðum við í gær, þannig að það var fyrsta æfingin í gær með liðinu og maður var alltaf með þarna í nóvember, þannig að það er ekki langt síðan maður var síðast, þannig að maður er með svona smá tilfinningu fyrir hlutunum, en það er alltaf svona. Ég hef ekki verið mikið með landsliðinu undanfarið, þannig að maður er svona ekki séð það aðeins að finna tæmingar og kynnast, þú veist, hinu leikmönnum, en það kemur bara. Já. En það er náttúrulega, þetta er hvað annað stórmóti sem þú tekur þátt í, þú varst með á EM 2020 ef ég skrippleiki á skötu? Það er rétt, já, það var fyrsta stórmóti mitt og nú er þetta stórmóti nummer 2, þannig að það var bara spennandi að sjá hvernig það gengur. Já. Og nú er þetta bara að fara á fullt, það eru 2 sólarhringar í fyrsta leik? Já, það var bara mjög spennandi. Fyrst bara að vera með frábært lið og góða séns á að komast langt og bara spennandi mót, hlakka til að þetta byrji. Og svona byrjar að komast inn í þetta spil, þitt hlutverk? Já, það verður kannski bara að koma í ljós hvert mitt hlutverk er. Ég bara gera mitt besta og svo verður bara skipstjórinn að ráða því hversu stórt eða lítið mitt hlutverk er, sko.